þannig að það sem að gerist í leikskólamálum þegar við erum komað inn eftir COVID og eftir styttingu vinnuvikunar sem að sko hitti leikskólana í höfuðið bara svo sleggja. Það var bara della, hitti samfélagið í heild og tekið 8,3% eða hvað það var út af vinnutímanum í heilu stéttunum og það átti ekkert að gerast í staðinn. Þetta var svona algjört vúdú-dæmi, sko. Dómharka svona góðafólksins í samfélaginu ansi mikil í garð Miðflokksins á köflum. Hann hefur stundum komið sér sjálfur í vandræði með málflutningi, ég skal alveg viðurkenna það, en í grunninn snýst þetta skoðanafrelsi. Og ég virði bara skoðun þessar mann. Þetta er ekki mínum höfðu ekki hættulegi menn. Þetta er ekki menn sem að hafa fram með ykkur brot eða gengi út fyrir ykkur mörk, þeir bara lýsa sinni skoðun. Orri Hlöðversson, þú kærlega velkomin. Takk að kærlega. Hvernig ertu? Ég er bara nokkuð brattur. Það ekki? Jú. Hvað nýtt í þessu? Nýtt og ekki nýtt. Bæði, íbland, seimóld og svo eitthvað nýtt. Já, klárt. Hvað ertu nú að leggja í stjórnmálum? Heyrðu, ég er búinn að vera í 4 ár í bæjarstjórn Kópavogs. Þar á undan var ég hérna árum áður bæjarstjóri í Hveragerði. Já. Þannig ég hef líka reynslu úr þeirri átt, en þá var ég ekki kjörinn fulltrúi heldur ráðinn framkvæmdastjóri sveitarfélagsins eins og það kallast. Já, af hverju fórstu úr pólitíkinni í því að bara vera svona ráðinn? Ég ég alltaf haft áhuga á pólitík en ákvað svona tiltölulega snemma að gera það ekki að ævistarfi eða karriér og vildi frekar vera í öðru. En nú er ég svona kannski að gefa þessum meira svigrúm og reyna að láta gott að maður leiða eins og klísjan segir. Já, og hvað út í Framsókn? Já. Pínu erfitt að vera framsóknarmaður í dag? Það er alveg áskorun fólkin í því ef þú ætti að höfða til svona fylgisins hjá flokknum á landsvísu. Þetta var svo svakalegt hérna fyrir örfáum árum. Ertu alltaf búin að vera framsóknarmaður? Já, ég er búin að vera það, nú kannski ekki fæddur sem slíkur, nei. Ég svona letaði fanga aðeins hér og þar árum áður, bara var í líka allt öðru umhverfi og síðan, en það er orðið 25 ár síðan ég gekk í Framsóknarflokkinn og hef verið svona fyllt honum að málum síðan og maður hefur séð ýmislegt á þeim tíma. Já, einmitt. Og þú ert í Kópavogi, það er tilviljun að ég sé alveg bara með Kópavogs mennina. Ég er búin að tala núna við Jónas Má og Einar og Ásdísi og núna þig. Veit ekki á hverju ég er með svona mikið, ég hef aldrei haft einhvern sérstakann áhuga á Kópavogi, en þetta er bara spennandi. Hvernig sér þetta fyrir þér? Baráttan, hvað ætlaði að leggja á þinn? Sko við ætlum bara raunverulega horfandi til þess að við erum að koma úr meirhlutasamstarfi sem hefur gengið vel og bara verkefnisstaðan góð og reksturinn í standi og þess að þá vil ég nálgast þetta bara út frá því að bara næstu skref svolítið mikið sömu áherslur nema bara með nýjum verkefnum. Og hver eru þau? Við viljum auðvitað halda áfram bara í þessum umbótum sem við verið að ráðast í. Leikskólamálin hafa náttúrulega verið, við getum kannski rætt við meira seinna en þau hafa verið mjög átunni hjá okkur og við erum að þróa þetta Kópavogsmódel og við gera það áfram. Við viljum efla ennþá frekar íþróttaæskulsstarfi í bænum sem er þegar í fremstu röð. Við viljum halda áfram að stíga stórskref í menningarmálunum sem við höfum svona komið svolítið óvart með því að vera með mikla umbætur í. Þannig að þetta er svona í sjálfum sér þegar maður er komin þennan stað í lífinu þá trúum maður meira á svona stöðar umbætur þetta er stór stökk og við ætlum bara að halda því áfram. Framsóknarmenn. Og okkur ætti fólk að kjósa þig því að núna náttúrulega það hefur ekkert farið mikið fyrir Framsóknarflokknum þannig í Kópavogi, maður svona veit af ykkur í meirihlutastarfssamstarfi en Ásdís hefur verið svona meira áberandi, kannski eðli máls samkvæmt og þannig bæjarstjóri. Gengur erfilega víða hjá Framsókn, bæði í borginni og á landsvísu. Hefur ekkert áhyggjur af stöðunni? Ég var nú ekki alveg heiðarlegur við þig, ég hef ekki áhyggjur af stöðu flokksins. Auðvitað mun kannski spurningin, þetta mun kristallisera svolítið í því hversu mikil áhrif það hefur inn í sveitafélagin og sveitastjórn og kosningarnar hvar flokkunni standur á landsvísu. Við vissulega blæsa móti samkvæmt könnunum víða en það eru líka ennþá sterk framsóknarvígi í landinu og við höfum nú alveg reputation framsóknarmenn fyrir að keyra oft góða kosningabaráttur og nú er það að fara í fullan gang og við skulum spyrja leikslokum. Já, einmitt. Og hvað sérðu fyrir þér, þegar þú talar um þetta samstarf, ykkur langar að halda áfram, þá gerir ég ráð fyrir því að það þurfa aðeins að setja Ásdísi til hliðar. Hún er nú búin að vera að sinna þessu og
hún vill eitthvað voða mikið kalla sig bæjarstjóra en ég meina það engin heilagur, við erum ekkert að fara að gefa henni þetta núna þegar Framsókn ætlar að fara að vera einhverju meirihluta þá þú með þína reynslu sem bæjarstjóri þetta ekki að fara að láta hana stýra lengur, það þarf að setja Framsókn eitthvað oddinn í Kópavogi. Já, það alveg vissulega eitthvað til í því hjá þér. Ég var svo sem ekki að segja áðan, við varum búin að ákveða það að halda núverandi meirihluta áfram í bæjarstjórn Kópavogs, það auðvitað niðurstöðu kosningarnir sem ráða því og ég verða að grípa til frasan sem að við göngum óbundið til kosninga. Hins vegar það ekkit óeðlilegt þegar að samstarf hefur gengið bærilega, bara eins og við á þar síðasta kjörtímabili. Að svona fyrstu símtölin séu á milli þeirra sem að mynda meðhlutan hverju sinni. Ekki nema svo óna til staðar sem ekki hjá okkur. Ég átta mig alveg á því og við áttum okkur alveg á því í Framsóknarmenn að þegar þú ert með bæjarstjórastólinn þá farðu sviðsljósið. Það alveg ljóst, ég meina ég vissi það fyrir 4 árum og ég vissi það fyrir 8 árum og ég búin að vita það lengi að bæjarstjóri er spóksmenn, hann talsmaður bæjarins og hann go-to-gæinn, eins og sagt ef einhverja frétti berast úr Kópavogi þá hringdi bæjarstjóran. Það á við jákvæða fréttir og neikvæða fréttir, skulum reyndar ekki gleyma þeim. Við höfum bara verið svo gæfusum að þessu kjörtímabili hafa verið til að fáar svona negatíva fréttir af okkur sem betur fer. Þannig að ég í sjálfum sér ekki upptekinn af núverandi bæjarstjóra Ásdísi sem við gengið mjög vel að vinna með. Ég ekkert upptekinn af mótframbjóðundum mínum með öðrum frambjóðum heldur. Ég að keyra mitt og eins og sagt í boltanum, hugsaðum með eigin leik og ekki velta þér mikið upp úr samkeppni. Þannig að svona segjandi þetta þá klárlega samstarfi hefur gengið vel. Við vönduðum okkur gríðarlega mikið við að skrifa málefnasáttmála fyrir 4 árum. Við höfum farið mjög stíft eftir honum og ef þú passar upp á handritið þá minni líkur á að eitthvað fara úrskeiðis en úrslitin verða auðvitað leiða að ljós hvaða meirihluta minnstur í pípunum. Framsóknarflokkurinn náttúrulega frægur fyrir að vera tvíkynhneigður í þessu og þið eru mjög lauslátir varðar það hvort það séu til vinstri eða hægri. Væri ekki hægt núna, ég meina Ásdís hann helvíti kókraust og jú, það hefur gengið vel en þarf ekki aðeins að setja hana til hliðar og að ykkar orðstýr sé ekki bara bundið með það þessi einhver hækja sjálfstæðisflokksins í Kópavogi heldur að þú segir hérna bara heyrðu, við erum til að vinna með Jónasi, við getum vinna með Einari en Ásdís, við þurfum aðeins að kæla hana sko. Það þýðir ekki að það sé farið inn í kosningarnar og hún bara einhvern veginn fái bara allt þetta góða, ég meina að hlýtur eitthvað af þessu góða starfa að vera eitthvað að þakka. Já, bara ekki spurning. Þurfum við þá ekki að fara að endurskoða þetta eitthvað með þetta? Ég treysti mér nú ekki og vil ekki gefa neitt út það og vil helst ekki láta þetta samtal snúast Ásdísi en mér hefur gengið bara feikna vel að vinna með henni og við erum ólík. Hún er hörku duglegu bæjarstjóri, hún hefur getið sér gott orð og hefur unnið bara fyrir því sjálf. Mitt að hugsa mitt og mitt fólk og ég ætla ekkert að útiloka neitt í kjölfar kosningana. Og svo þetta líka við getum einhvern veginn talað það Framsóknarmenn að hún sé alltaf áberandi og sjálfstæðismenn sé alltaf áberandi í staðinn fyrir að velta okkur upp úr því þá höfum við bara að gera okkur sjálf meira áberandi. Það er ekki flókið. Já, eins og Sigurður Ingi bara verkefnin, málefnin ég elska við ykkur þegar í sveitarstjórnarmálunum þetta sérstaklega mikið sko, það er kannski ástæðan fyrir því að það er svo erfitt að koma sveitarstjórnarkosningum í einhvern svona sama fas og alþingiskosningar út af því að eina sem að fólk grípur í þegar til og með talað samningaviðræður eitthvað þannig þá við látum málefnin ráða. Jú, auðvitað það frasinn en skulum segja áherslunar og það ekki líka fólkið samt eða? Það auðvitað fólkið, þetta er allt öðruvísi pólitík að sjálfsögðu heldur en landsmálpólitík og miklu skemmtilegra umhverfi segi ég. Þetta snýst ekkit neitt rosalega marga málaflokka í raun og veru. Þetta er frekar organískt fyrirbæri, rekstur og svona sveitafélagi. Ég meina, ég hef sagt að sko að rekstur sveitafélagi sé bara sáttmáli um samrekstur. Það sem að við ákveðum að búa til einhver púlli af peningum sem að síðan ráðstafa til þeirra sem að kannski standa að stóru hluta til þeirra sem standa höllum fæti og líka til náms og íþróttaiðkunar og fleira og þú horfir á budget í svona batteri eins og Kópavogi að 90% rekstrargjöldunum give og take á hverju einsta ári eru skólamál, það sé grunnskóli, leikskóli sirka helmingur velferðarmálin, sirka 30% og íþrótt- og æskulsmálin sirka 10%, það kom upp í 9/10
þá ekki nema 1 króna eftir þessum 10 til að gera allt hitt, rekstur stjórnsýslunar, menningamálin og hvað við erum að gera. Þannig að þú veist, það kannski ekki rosalega mikil pólitík í þessu at the end of the day, en nema þýlendu til, hvernig þú ráðstafir þessum fjármunum og hvað áherslurnar liggja. Og þar höfum við bara náð mjög vel saman með sjálfstæðismönnum í Kópavogi langt skeið. Þú horfir alveg aftur til ársins 1990 þegar henni frægu kempur Gunnar Birgisson og Sigurður Geirdal komið fram á sjónarsviði og mynduðu meirihluta. Þetta minnstur meira og minna búið að vera síðan í Kópavoginum með einhverjum ára undantekningum þarna á milli 2010 og 2020. Þannig að þú veist, það góð reynsla þessu og hvað við gerst á tímabilinu, þessum flokkum og okkur, framsnammunum, hefur tekist að byggja upp mjög öflugan bæ. Kópavogur ekki saman bæri og hann var fyrir 20 ára síðan. Ég meina, hann tvöfaldaði íbúafjölda sinna á no time og var breyttist úr því að vera svona svolítið svona, já, ég alveg upp í Kópavogi, maður var ekkert að monta sig að það hverjum þegar ég var á Kópavoginu, sko. Ég gera það í dag, oft á dag. Þannig að við höfum breytt og við erum stolt af bænum, resturinn gengur vel, minnstri hefur gengið ákveðl upp, en auðvitað, eins og maður segir, það kjósendur sér á þessu. Vitum það. Það og eins og þú segir, þá þetta nokkrir fáir hlutir sem að sveitarstjórnarstigið þarf að gera vel og já, það rétt hjá þér hvernig fyrir ráðstafað og eins og Reykjavíkurborg, þá faraðir heldur frjálslega með peningana, svo ekki sem að sagt. En út af því við erum að tala málefnin, sko, kjósendur í sveitarstjórnarmálum eru alveg sérstaklega það sem heitir single issue voters, eða það að segja svona kjósendur sem ganga til kosninga með oft á tíðum og meira heldur en í alþingiskosningum, minna kannski endilega persónunar heldur að það sé eitthvað ákveðið málum sem sett á skrá. Það nefnir svona 3 atriði og sérstaklega sko kannski flettum inn í þessa spurningu, sko 3 atriði sem að þið sjáu öðruvísi heldur en kannski sjálfstæðisflokkurinn. Hvaða málefni eru það sem að þið þá viljið, og það má alveg vera blæbrigðamunur á áherslum og eitthvað þannig, en hver eru svona kannski 3 atriði sem að svona sker framsókn út gagnvart öðrum flokkum? Sko, framsókn náttúrulega eins og þú kannski bentir inn á aðanorða, það kannski ekki sérstæðlega smekklega, en Tvíkinn hefur? Já. Mér finnst það geggjað orðatiltæki. Aldrei heyrt á lýsingu áður en ég þykist vita hvert þetta fara, en framsóknarflokkurinn auðvitað miðjuflokkur og ef þú horfir hins vegar á þess að 2 flokka, Framsókn og Sjálfstæðisflokkur, bara á landsvísu, þú horfir á síðustu áratugi allan í þeim efnum, Framsókn hefur kannski í lýðveldissögunni sveiflað svolítið frá milli hægri og vinstri svona, eftir sem að vindar hafa blásið, en síðustu áratugi þú tekur þess að 2 flokka og berð þá saman þar að segja hvað varandi þeirra stefnumál og þeirra áherslur. Þú berð saman utanríkismál, landbúnaðarmál, sjávarútvegsmál, atvinnumál, ríkisrekstur, alla þessar stóru pósta sem menn að glíma við. Ég spyr þig, mikill munur að ná? Hefur verið mikill munur að ná? Ég held að báðir flokkarnir hafa aðhylst, þeir að vera hallir undir varnarsáttmálan, stutt NATO, vera á móti ESB, eingöngu, verið bara á sömu línun í sjávarútvegsmálum og landbúnaðarmálum, til með báðir og svo framvegis. Þannig að þessi flokkar hafa átt gott samstarf og það ekkert langt á millira. En það sem að einkennir okkur held ég frá og sker okkur frá Sjálfstæðisflokknum eru kannski við erum meira í félagshyggjunni, við erum samvinnuflokkur í grunninn, það gleymist stundum í umræðinu líka og ef við nefnir einstök mál eins og í Kópavogi, við erum þar að leiðandi kannski aðeins hallari undir öflugri stuðning við velferðarkerfið. Við vorum með þá ottinu síðast að vera með öflugri stuðning við íþrótt og tónlistastarf í bænum heldur við náðum. Þannig að ég held að það er svona aðskilnar og við höfum verið í forsvari í leikskólamálunum og keyrðum það mál áfram í raun og veru á sínum tíma þó svo að samstarf hafi verið gott niðurstöðuna. Þannig að það er svona félagshyggju og samvinnutónn sem að aðgreinir okkur aðeins frá sjálfstæðismönnum myndi ég segja, en í mörgum málum eiga þessi flokka bara fína samlið.
Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. En þá eitthvað svona sem að þú talar hérna svona æskulýðsmálin? Eitthvað svona sem að Sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir sem að þið gátu ekki kannski skrifa upp á síðasta meirihluta sem þið þurftu að ná einhverjum málamiðlunum í gegnum með það? Já, það má segja það. Það var nú eiginlega öfugt sko. Það var eitthvað sem við vildum fá í gegn sem að við. Já, ég að segja það. Ekki. Það var, ég svona kannski kemur upp í hugana, við vorum með það á stefnuskránni síðast að vera með sem sagt gjaldfrjálsar íþróttaiðkun fyrir 5 yngstu árgangana, yngsta stig grunnskóla. Og þannig að þú gast verið í einni tómstund eða einni íþrótt í Kópavogi aðeins að borga og við náðum því hins vegar í gegn að það voru 2 árgangar í staðinn fyrir 5. Þetta svona kannski ekkit rosalega stórt dæmi en skipti fjölskyldu miklu máli og þarna svona áherslumöðun sem við sömdum bara við meirihluta sáttmálann og hlutinni gerast auðvitað þar þegar þú ert að fara í samstarf þá skrifar að handrit og þar straujar út ágreiningin. Þú vilt ekki fá hann þegar þú mættur í bæjarstjórnarsalinn sko. Þú vilt ekki fá hann á öðrum vetri eða 3. vetri og allra síst 4. vetri. Þú straujar hann út þarna. Þannig að má segja að þetta svona eitt dæmi þar sem að við vorum ekki á sama báti fyrir kosningar. Þannig að en svona heilt yfir þá bara eins og ég held að þú hafir séð sem að fylgist vel með. Þetta hefur gengið, við erum mjög sjaldan í fréttum for the wrong reasons í Kópavogi. Ég bara segja það alveg svo ég bara fullir það. Á meðan að annar staðar það sem að kannski ekki hefur tekist jafn vel til í stjórnum, þar eru menn að fá headlines, afsakið við sletti hérna í gríðaverk, fyrirsagnir, allt og oft. Og ég vil meina að slíka fyrirsagnir hafi miklu meira áhrif á íbúana og á líðan íbúana og traust íbúana til sveitarstjórnarinnar heldur en margir halda. Já. Steven Pinker skrifur þetta í Better Angels of Our Nature að okkur hugnast meira að lesa neikvæða þætti einfaldlega út af því að það er náttúrulega líffræðilegt út af því að manneskjan hefur getað tekist á við ýmis vandamál út af því að hún einblínir á vandamálin og það líffræðilega þannig að við viljum í rauninu vera einbytt okkur að vondurhlutunum en þá líka fá við þá svona þau hugrenningatengsl gagnvart umræðinni að allt sé að fara til fjandans en í rauninu meðan ofbeldi hefur minnkað sem þessi bók náttúrulega fjallar sérstaklega og þá eftir því sem ofbeldi hefur minnkað að þá sko telur almenningur að ofbeldi sé í rauninu aukast. Það er svolítið þetta sko saman með pólitíkina að við kannski einbeitum okkur ekkert að góðu hlutunum sko. Vissulega, ég minna að það sjáum sig á almennt bara við fréttamenn sko að maður, þú horfir á heilu fréttatímana það er þetta allt svona frekar kaldar og neikvæðar fréttir til að mannlega fréttin kemur í lokin sko til þess að rétta þetta aðeins af. Einhver hvolpur sem kann að spila píanó eða eitthvað. Já, og hversu margar pandabirna sketsaðum að sé frá í lok fréttatíma, það er alveg
mér langar að taka það saman stundum en hérna vissulega og ég meina við höfum tilhengu til að gera þetta og ég lærði þegar ég var í mínu tímabili sem bæjarstjóri í Hveragerði og maður var svolítið aggressívari og maður hugsaði sko stundum bæjarstjórnarfundina bara eins og skylmingar sko og bókanir og maður bókaði nánast fyrir fjölmiðlana, það er bara að játa hér og nú sko og maður kom út af fundunum og hugsaði með sjálf sem bara sjáu hvernig ég tók hann sko og svo fór maður út í búð og hitti kjósanda eða stuðningsmenn og segi, heyrðu, reynið nú að hafa eitthvað eins og fólk hann. Mér er alveg sama, ég er alveg sammálaður en come on, sýni hvert eru virðingu ég vil ekki búi í sveitafélagi þar sem að einhvern veginn einu fréttinir eru allt vitlaust í bæjarstjórnarfundi í Hveragerði sko. Og við höfum svolítið reynd að fylgja þessari línu en þú sérða alveg oft, þetta heitir fundur oft, bæjarstjórnarfundinir og þú sérðu oft bókanir og þú veist, það er þetta sem fjölmiðlarnir vilja, sérstaklega sumir fjölmiðlar. Þannig að þetta skiptir máli og vera í fréttum af réttum ástæðum, ekki reyna að ritstýra hlutunum en kontuðu bara í fréttinnar á réttu formati. Já, en núna náttúrulega búum við í ákveðnum svona, hvað er að segja? Það eru átök, sjáum hérna að formaður Eflingar er að hjóla í formaður VFR, kjarasamningar munu koma til með að bresta, við erum að sjá mikinn ágreining út af ESB-umræðum, svo eru sveitarstjórnarkosningarnar þar sem einhvern veginn náttúrulega stjórnmálamenn alveg sama þótt að sé skilur ekki bæjarstjórnarfundir þurfa svolítið að finna ágreining til þess sem þetta geta skákað hinum eða sagt til það. Þannig að sko framsókn í þessum heimi er ekki pínu erfitt? Er ekki pínu erfitt að þegar að við erum að sjá veist, Snorri Másson með regnbogafána, Einar Jóhannes setur það á dagskrá, hann veit fá regnbogafánuna út. Það er svona, hvað við segja, það er svona átakalínur í þessum keimum stjórnmálana sem er ákveðið uppgjör við að mínum að þetta er ákveðið dellu hérna tímabil þar sem við vorum með vókið og allt ruglið sem að fylgdi því. Framsókn erfitt fyrir ykkur í svona þar sem að þið ætli bara að vera hérna wow, slakið á. Þetta er góð punktur það, athyglisverð analýsa. Ég er alveg sammálaður, við erum að koma út úr mjög sérstöku tímabili alveg frá 16, 17, 18 sem þessi vókismi svolítið tekur yfir. Þú ert fótboltakall, þér finnst þetta vókkjaftaði vera alveg fyrir neðan allar hellur. Allir í fótbolt. Ég ætla ekki að skilgrina mig sem vókista, svo mikið er víst. En ég er hins vegar umburðarlyndur maður og trúi á frelsi einstaklingis og allir fá að njóta sín og sín megin forsendum sama hvaða skoðanir þeir hafa og það er nú eitthvað sem þú einmitt lærir í fótboltanum og þú þarft að spila í fótboltaliðinu jafnvel þú að gæðin sér skora öllum mörkin sem leiðilegasti vitlýsingur sem við nóttum að hitta á æfinni þú verður bara að gera svo spila með honum en þess að hann deliverar þannig að það er svona eitthvað sem maður lærir þar en ég held að sko talandi framsókna sko við erum aldrei skemmtilegur flokkur sko, mínum að við erum svolítið svona sveitamenn í grunninn það er gaman að djamma með framsóknarmönnum sko já og við kunnum það alveg en ég held að sko og við erum svolítið svona að gamla skólanum með það að við erum óbúslega uppteknir að því og upptekin að því að vinna verkin og klára málin og gera og græja og alltaf tilbúin að semja og alltaf tilbúin að svona kannski að gefa eftir og liðka fyrir og þess áttar. Engin vandamál, bara lausnir. Já, engin vandamál, bara lausnir. Það er eins að tvent kannski í því. Fyrsta lagi þá verður einhverstað kannski að voru að passa að gefa ekki ómikið eftir því að þá ertu orðin bara að fara að sína linkind og það gerist ekki neitt. En það sem er kannski svolítið ábærandi með okkur, við höfum þessa hófsemi einhvern veginn innbyrða og við erum ekki góð í því að segja frá því hvað við erum að gera. Og við sér bara þessi katastrófa sem að flokkurinn fær í andlitið þegar hann kemur út úr síðasta ríkisstjórnarsamstarfi. Mögulega hefði hann átt að vera miklu ákveðnari þar, mögulega hefði hann átt að slíta fyrr, mögulega hefði hann átt að grípa til einhverja aðgerða gegn því að svona, já, hinni flokkarnir voru farnir að vera svolítið rótlausir og atburðar sem var farin að fara út og suður. Þannig að þú veist, við erum ekki góð í því að segja frá afrekum okkar en við höfum svo sannlega afrekað ansi margt og ég finn það nákvæmlega eins og þú segir í Kópavoginum. Hvað með bæjarstjórann? Hefur þú ekkert verið að gera neitt kallið mín? Staðreynd málsins er svo, við vinnum mjög náið saman og við erum oddvitar í meirihluta og við þurfum að ná saman flest mál en annar aðilin meira í public ljósinu á meðan að hinn kannski
þarf að hafa meira fyrir því, vera duglegur að mæta í podcast og koma sér á framfæri vegna þess að ég hef ekki plattformið til að segja frá þessum góðu afrökum framsóknarmanna og meirhlutans heilt yfir, þú skilur hvað er að fara. Þannig að við erum svo svolítið gaman að velta líka fyrir sér að þú veist í kosningunum 21 Alþingis og sveitarstjórnarkosningunum 22 þá vorum við svona gótu lið, þú veist maður fann bara fílu allir framsókn, ótrúlegustu menn og allt innu var sko bara eitthvað fólk hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að aldrei kosið flokkin fann að dásaman út og suður og maður svo bara kláraðist þetta í næstu kosningun 24 hausti og maður spurði sig hvað gerðist og ég hef ekki ennþá heyrt svona einhverja valit sterka skýringu, þetta er oft bara einhvern veginn svolítið þessi pólitík eins og hringekjan hérna í litla sem þú sendur krakkan á í tífalíðinu sko, svo bara if you stick around long enough sko, ef þú stoppar nógu lengi þá stoppar hún hjá þér einn daginn. Núna er einhvern veginn samfylkingin með allt með sér og við á móti og ég spyr mig bara stundum sko þegar maður kíkir á tölunar og sér gengið og sérstaklega eftir síðustu kosninga sem að menni svo Willum Þór og fleiri dutt út af þingi maður spyr hvað gerðist eiginlega? Hvað gerðist? Og við þurfum að finna svör við því og við þurfum að koma tilbaka á þeim grunni. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem að kemur á roðinu alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Af hverju heldurðu núna er Jónas Már Makí eins og ég kalla hann vill svo mikið komast í sund? Hérna, núna er hann að tala um það að þurfum við að styrkja grunni innviðana meira og hann er meira í þessar svona félagslegu taug. Sko með hvernig þú ert að tala væri ekki hægt að færa rök fyrir því að þið þá meiri samleiði með samfélkingunni út af því að ég meina þá er miklu auðveldar að koma þessum félagslegu áherslum á laggirnar. Ég meina leikskólamálin þið ætlið núna í þessum meirihluta, ég sagði nú Ásdísi, þið ætlið bara að sparka öllum ungu barnafjölskyldunum úr bæjarfélaginu út af því að þið ætlið að láta þá borga 450.000 krónur bara fyrir það að sinna vinnuna og vera með 2 börn. Ég meina það gefur auga leið að þið ekkert að bara hafa þessa nýfrjálshyggju hælbíta núna á samfélaginu sem eru í sjálfstæðisflokknum í meirihluta ef að þið ætlið að koma ykkar félagslega áherslum að lagginar. Það verður að gerast í gennum Jónas Már Makí. Jónas Már, hann er mjög áhugasamur sundlaugarnar og það er bara gott. Það er svolítið gaman samt hvað sko í öllum þessum málum sem við erum að rekka og erindast, þetta er hvað 3.000 manna vinnustæður og hverjum einasta degi sem þarf að fungera og tikka og allt það að þá svona kristalliserast umræðan oft í hvort að sundlaugin svo opin til 8 eða hálf 9 og sorpið mitt var ekki hirt í gær, það var hirt í fyrradag í staðin fyrir í gær. Þannig að við lendum oft í þessu. Mér finnst að vera auðvitað Jónas er bara vekja athygli á þessu og heldur að þetta sittir vinsældafallið að fá hérna aðeins lengur opnum tími sundlaugarnar. Fæn, ég hef ekki út að það setja. Ertu ekki sammála þessan? Mér finnst þetta að vera ákveðið svona grunnstóð í íslensku samfélagi ef við komumst í sund. Og ég meina áður fyrr, ég held að sundlaugarnar hafa alltaf opnað klukkan 6, nú er það aðeins seinna, kannski er það út af því að opinberir starfsmenn og aðrir eru byrjar að mæti vinnuna klukkan 9 út af styttingu vinnuvikunnar og eitthvað þannig og við erum náttúrulega töluvert latar en við vorum áður. En meina, þetta er samt ákveðin svona ég er sammála þessu sem mikill svona nýfrjálshyggju maður þá er það svona ákveðin íhaldstaug gagnvart þessu að þegar það er verið að vega að einhverjum svona grunnstoðum eins og okkar sundmenningu að þá finnst mér ekkert svona bara eitthvað nei, þú veist, hvað rugl er þetta maður, þú bara reyna að koma með einhverja pólitík. Ég er ekki alveg, ég er pínu Jónas Már megin í þessu. Já, þá getur maður líka að spyrja sko hvað er passlegt, hvað er mikið og hvað er lítið. Ég meina, ég man nú ekki nákvæmlega opnunartíman, ég veit að það er opið til 18 helgar, allavega við vetrartíman og hvort það sé 22 eða 21 á virkum dögum. Þannig að sko þjónustustigið er alveg, myndi ég segja, nokkuð gott.
en þú getur þetta sagt, ég vil frekar hafa til 10 heldur en 9, sko, þá erum við komið út í svona nýtt í gritti. Það er allir sammála um það að sundmenning á Íslandi og sund á Íslandi bara okkar merkilegasti menningar arfurinn okkar og við að halda utanum hann og þetta í raunverulega alveg, þetta allt saman spa og útlendingar sem koma hingað, þeir ekki orð yfir því að Jón Jónsson geti labbað hérna inn fyrir 500 kall og farið í spa og hvern einasta degi og jafnvel minni pening og krónu 0 ef hann 67 ára. Þannig að klálega, ég ekkert að gera lítið þessum áherslu Jónasar en þetta svona svolítið, þú setur puttan ykkur staðar á Excel-skjali og segir, þetta fínt sko, þetta passar ágætlega saman hérna og hérna við þurfum að eiga peningi annað. Þannig að þetta bara rekstramál. En ég alveg sammálaður en þetta var þetta barnafjölskyldan sem komst inn á áður og fórst í sundið að sko ég veit ekki eiginlega alveg hvað maður á að byrja en ég þannig gerður hafandi verið atvinnurekstri í mjög langan tíma og að þá ef að einingin algjörlega í mólum það allt í döðlum í raun og veru og nánast að komast í þrot þá ber þér auðvitað skylda sem leiðtoga í því verkefni, í því dæmi að snúa eða koma með tillögur hvernig þú ætlar að snúa þessu við. Það skyldan þín og þannig að það sem gerist í leikskólamálum þegar við erum komað inn eftir COVID og eftir styttingu vinnuvikunar sem að hitti leikskólana í höfuðið bara eins og sleggja. Það var bara della, hitti samfélagið heild og tekið 8,3% eða hvað það var út af vinnutímanum í heilu stéttunum og þá átti ekki að gerast í staðinn. Þetta var svona algjört vúdú dæmi, sko. Já, ég meina líka ofanulega þá náttúrulega var vaktavinnu fólk sem að borgaði algjörlega fyrir þessa styttingu með því að kaffetímanu voru teknir út. Já. Og eina sem að þeir sem að voru 8-4 þurftu að gera var að mæta skemur í vinnuna. Vaktavinnu fólk tók skellin alfarið á sig. Það ekkert rætt um þetta út af því að við erum í einhverju sérkennilegri hugmyndafræði hérna. Ja, algjörlega og framlínu fólkið náttúrulega eins og leikskólastarfsmenn eru á vissi hátt og auðvitað aðrir. Þeir náttúrulega lendu bara í súpu og það var ekki þetta að leysa þetta. Þetta var algjörlega galin hugmynd að dempa þessu svona og menn voru svo kátimynd og ég man verandi atvinnurekandi að taka á móti þessum kjarasamningum auðvitað ég með þjónustufyrirtæki, ég ger ekkert annað en að loka bara skemur að hluta til að starfsmenni, lokaði bara fyrir á daginn og annars vegar og svo hins vegar náttúrulega borgaði ég bara með rifinu fyrir þá sem þurfti að vera til 4:30 eða 5 eða hvað það var. Þannig að þetta var mjög vanhugsað á margan hátt og við komum að þessu kerfi á þessum stað algjörlega nýjanlótum komið. Ég meina meðan leikskólastarfsmaður, ég held að það veri veikur í 2 mánuði á ári og það voru mönnunarvandi landlægur út allt, þetta var tóma stofnanir, tóm hús. Við gátum ekki tekið börn inn út af manneklu, við vorum með gríðarlega starfsmannaveltu, lágt hlutfall af faglæra fólki, þetta var bara því miður og svo voru þessi þetta fræga þjónustu rof 220 dagar síðasta veturinn sem þetta gamla kerfi var þar sem hringt var í foreldra og segja heyrðu vinur minn, þú bara koma að sækja barnið vegna þess að það engin starfsmaður og þetta náttúrulega algjörlega óviðeigandi og við framsóknar menn við vorum og vildum fá formennsku í leikskólaráði eða leikskólanefnd bæjarins og lögðum upp með þessa vinnu og mynduðum með sjálfstæðismönnum mjög öflugan starfshóp til að fara í hitt og svo framvegis. Það verður leiði til þess að þetta margfræga Kópavogsmódel verður til. Og trikkið, það sem var verið að horfa á, var að reyna, við vissum að það var ákveð loft í kerfinu, gefa til klukkutími, sem var svona umfram þjónustuþörfina, sem var verið að kaupa og við höfum að manna og gátum manna. Við ákvaðum að koma þessu stýring á gegnum gjaldskrá til að gera langastöðu stutta. Við ákvaðum að leggja áherslu á börnin sjálf yfir dagi. Við erum að ná gríðarlegum árangri. Þetta alls ekki gallarlaust kerfi. En ef að mælikvarðin, stóri mælikvarðin hvenær börn komast inn á leikskóla í sveitafélagi, hversu lengi þau þurfa að bíða milli fæðingarorlofs og leikskóladvalar, ef að það mælikvarðin, stóri mælikvarðin, þá erum við að ná árangri. Við erum komin niður í 12 mánaða aldur. Við erum búin að brúa þetta bil í Kópavogi. Það stór frétt að mínum mati. Við erum með tekjutengingar. Við erum með innan geðsalappa nokkra refsingu í kerfinu frá 6 tíma upp í 8 tíma. Við erum samt með 8 tímana
á svipuðu róli og nákvæmlega sveitarfélag okkur til dæmis hérna Garðabær. Mér minnir það að sé 2700 kall á dag sem þú borga fyrir barnið í 8 tíma dvöl. 2700 kall með fæði. Og ég spyr, hvað gerir við bara almennt fyrir 2700 kall? Ég meina, við förum út að borðið hátíðan og eftir fyrir 3 og 5 sko, burger og franskar. Þú veist, þetta allt svolítið ég svolítið að reyna að fá fólk til að hugsa þessa hluti á daldið sko, já, svona aðeins að fjalla frá því og segja, þú veist, hvað erum við actually að gera? Og hvað erum við tilbúin að borga mikið fyrir quality? Hvað kostar það að bíða frá 12 mánaða aldri til 20 eða 24 mánaða í Reykjavík? Eða þá þessi 2700 kall ekki bara fjandi góðu dýll ef við kemst inn 12 mánaða? Og hvað kostar það að taka marga sumarleyfisdagi vinnu á hverju ári af því að barnið, þú ert að sækja barnið á leikskólann? Þannig að stóra dæminu erum við að standa okkur vel en við getum gert betur og við ætlum að gera betur. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun, þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fékk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin, þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir hann á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Þú sagðist ekki að vera vókisti, þannig að þið getur líka átt ákveðna samleið með Miðflokknum. Af hverju telurðu að íslenski fáninn eigi frekar að vera heldur en regnbogafáninn fyrir utan stofnanir og skóla í Kópavogi? Þú ert nú ekki að fara með rétt mál, ég tel að svo er ekki að vera. Þetta var gildra, mátti reyna þetta. En ég segi sko, ok, Miðflokkurinn má bara hafa sína skoðanir á þessu. Og ef að það er eitthvað issue fyrir hann að hvort það sé regnbogafáni fyrir utan Salaskóla eða Kársnesskóla í Kópavogi, þá er það bara þannig. Þeir menn hafa og hann Einar, hann er bara fullan rétt á þessu skoðun. Ég er hins vegar bara allt annars staðar. Þú veist, maður er búin að sjá það margt bara á sínum karriera. Þetta er ekki eitt af stórum málum í mínu huga. Mér finnst svolítið sérstakt að árið 2026 séum við ennþá einhvern veginn að þurfa að nálgast málefnis og samkynni með þessum hætti. Mér finnst þetta bara, ég man þá tíð þegar samkynni var nánast tabú í samfélaginu, mátti ekki ræða hana. Og ég bara, það er miklu betra alveg sama hvaða skoðinu þú hefur á því að flagga fánum fyrir utan grunnskóla. Það er miklu betra að hafa þetta bara upp á yfirborðinu og ef við ekki nota frasanum að fagna fjölbreytileikanum, er það ekki ágætis svona nálgun þó að sé búið að nota hann svolítið mikið. En mér finnst þetta vissulega að þurfa að vera ákveðið regluverk flöggun og fána í opinberum byggingum og við eigum öll þessar byggingar saman og þá hefum við bara að finna okkur gott næð og setjast niður og ákveða hvernig þetta að vera á þess að felast í því eitthvað diss við samkynni eða regnbogafánan sko. En er eitthvað sem að sameinar okkur meira heldur en íslenski fáninn? Út af því að ég tel til dæmis að þessi svona, hvað ég að segja, það hvernig baráttan hefur verið háð á undanförnum árum hefur ekki komið og valdið því að umburðarlyndi aukist. Ég tel þvert á móti að þegar við erum að tala þessar hluti að þá er einmitt, þú veist það, þessi svona, hvað ég að segja, ákveðna sturlun sem á sér stað einmitt út af því að þú talar þannig Einar á rétt á þessari skoðun og þeir hafa bara hana ef að þeir telja það vera
rétt og svo framvegis, en ég meina þegar Snorri Másson fer upp í pontu og talar það og honum þykir óeðlilegt að regnbogafáninn blaki fyrir framan stofnanir og skóla í stað íslenska fánans, að þá fer allt hérna á hliðina. Það ekki merki þess að það sé ákveðið umburðarlyndi innbyggt inn í það að þessi fánar séu dregnir að húni. Þannig að ég veldi fyrir mér, þetta ekki ákveðin svona eðlilegar hugleiðingar Miðflokksins það sem að svona birtist örugglega hvað best í því óumburðarlyndi sem að hellist yfir okkur þegar að Snorri Másson eða Einar koma með svona hugleiðingar? Ég bara sammálaðir hvað þessa nálgun varðar. Ég meina, ég ekki að dæma þessa menn langt í frá og mér finnst dómharka svona góðafólksins í samfélaginu ansi mikil í garð Miðflokksins á köflum. Hann hefur stundum komið sér sjálfur í vandræði með málflutningi, ég skal alveg viðurkenna það, en í grunninn snýst þetta skoðanafrelsi og ég virði bara skoðanir þessar manna. Þetta ekki mínum hefur ekki hættulegi menn. Þetta ekki menn sem að hafa fram með ykkur brot eða gengi út fyrir ykkur mörk, þeir bara lýsa sinni skoðun og maður skilur og við getum auðvitað lengt inn að þátt með að fara út í bara alþjóðlega þróun hvað var þessi mál. Maður skilur alveg hvaðan þeir að koma þessi einstaklingar og maður skilur alveg að það reyni á svona samfélag, lítið eigu samfélag norður í Ballarhafi þegar að straumur af erlendum gestum tekur sér búsetu í landinu á örfáum árum. Ég meina að maður skilur alveg að það reyni á innviðinu og það reyni á bara skoðanir og skoðanaskipti. Gárra væri það. Þannig að ég vil hins vegar sko nálgast þetta miklu meira bara í samtali við svona menn eins og Einar og Snorra heldur en að vera fordæma fyrir það að vilja ekki hafa regnbogalit fyrir þetta grunnskóla í Kópavogi en með maðurverki. Hvað gerir maður? Maður reynir að leysa það, þá búum við bara til regluverkum hvað má vera þarna og hvað má ekki vera þarna. Við þekkjum það. Við erum að búa til regluverkum, merkingar og íþróttamaðurverkjum og auglýsingar. Þú veist, ef við myndum leyfa íþróttafélögum að mála bara fífuna, að bleika og setja bónusgrísin á hana af því að það vantar pening, við erum kannski ekki að fara að þanga. Hvað gerum við? Við förum í samtal og við búum til ykkur fermetra á húsinu sem má vera frást auglýsingapláss, málið dautt. Þannig að ég vil vera að lausna með þar í þessu og þeir eru hins vegar sko að því þú vilt ræða Miðflokki, minna kannski þessa skoðanir aðeins til hliðar og þá Miðflokkurinn bara svona frekar hægri sinna flokkur sem að hefur trú á einstaklingsfrelsi og öflugu atvinnulífi og ég sá raunverulega núna bara í gæra fyrir þetta Einar fyrsta skipti í aksjón og ef ég tek hennan regnbogafána til hliðar að þá bara margt af því sem hann að tala bara make a sense eins og maður segir og er bara svona glöggt auga fyrir margt af því sem í gangi í Kópavogi frá ungu manni. Þannig ég ekki út á Einar að setja, gera eitthvað skapaðan hlut. Nei, ég einhvern veginn sko eins og ég segi, þú kemur á atvinnurekstri og þegar maður með atvinnurekstur og þá þarftu að réttlæta hverskins athæfi með vísandi þess hvort að krónutalan sem að þú leggur inn í aðfeng húsnæðiskostnað og launakostnað réttlæti það að þú sért að fá, hvað ég að segja, 1,2 fyrir hverja krónu og þar fram til göttunum. Og ég held einfaldlega að framganga þeirra sem að segjast vera í forsvari fyrir þessar réttindabaráttur hafa einfaldlega verið að fá 0,8 fyrir hverja krónu með því að segjast vera að auka umburðarlyndi með sinni óbilgirni. Það það sem að mér, út af því að ég einhvern veginn sko, ég sagði nú í einhverju þætti hérna fyrir ekki svo lengu að mér svona, kannski endilega það sem á að vera að setja á laggirnar endilega á sveitarstjórnarstiginu, kannski ekkert eitthvað mitt eins og þú varst að segja, eitthvað svona sem fólk eitthvað mest að pæla í akkurat í dag. Hins vegar þegar maður svona pælir í breiðari strókum að þá skil ég ekki af hverju forsvarsmenn þeirra sem að segjast verið í þessi réttindabaráttum út af því að flestum réttindabaráttum hefur verið klúðrað allrækilega að undanförnu. Þá ég að tala svona 3 ára aftur í tíman, sérstaklega upp úr COVID, þar sem við mistum gjörsamlega hausinn. En núna finnst mér svo framganga á að vera ekkert þessi forsvarsmenn
samtakana 78, svo ég tala nú líka bara hreint út, ekkert hafa lært af því hvernig þessar baráttur voru háðar. Og því að þetta snýst ekkert það að reyna að fá fólk til þess að fylgja sér bak við liði gagnvart einhverjum sérstökum málstað, heldur bara að passa það að samfélagslegur kostnaður þess að segja sína skoðun eða jafnvel koma með einhverja athugasemd til dæmis eins og fánamálin sé slíkur að allir passa sig, en svo náttúrulega maður prívat samræður við ýmsa aðila og þá allir bara, já, ég meina þetta fánamál, þetta ekki eitthvað sem snertir mig sérstaklega, en mér finnst þetta liðhálf bilað sem að tala gegn þeim, sko. Já, ég meina þetta snýst auðvitað það sem kemur upp í hugan þegar þú segir þetta bara að sko verandi í þessu hlutverk sem ég í dag og veri í bæjarstjórn og veri í spísinu hana og þessu 40.000 manna samfélagi sem Kópavogur að þú ert að díla við hagaðila alla daga. Hagaðila sem að reyndar og svolítið þreytt orðið mínum huga, en aðila sem eru að reyna að hafa áhrif á þig með ýmsum hætti. Og þínar ákvarðana tökur náttúrulega sérstaklega. Allan daginn. Og það bara skiptir, sko, þú veist, þá erum við að tala bara fólk til betur sig í skiparsmálum, það vill ekki fá göngustíg fyrir aftan húsið sitt. Við erum að tala íþrótta- og æskulýðshreyfinguna sem gríðarlega harður lobbýismi, og ég hef verið sjálfur partur af þeim lobbýisma, þekki alveg handtökin þar, og við erum að þetta fólk sem að hefur lífskoðanir og trúir því að það sé að vinna að einhverjum gríðarlega samfélagslega mikilvægum og góðum málum. Og kannski því svona nær tilfinningarlífinu sem að þú kemur í þeirri baráttu, eins og til og með skakvað samkynnið og afstutið samkynnið og réttamlega samkynnina, því heitar ég verið kannski slagurinn. Og þá skiptir rosalega máli að þessi leiðtogar séu skynsamir. Það ekki bara við sem eru leiðtogar í bæjarfélaginu sem eru skynsamir, eins og ég að lýsa með okkur framsóknarmennina. Þetta fólk þarf að lesa leikinn. Vera meiri framsóknarmenn. Já, ef þú keyrir of fast, keyrir bara beint á vegginn. Og ég, þú veist, þú talar við með, þú getur litið við fólk, getur við verkalýðshreyfinguna, þú sér að prótsi það fólki, hvað það misjafnt, hvernig það talar, svo þarf þetta að vera taktískur, einn þetta að vera grimmur, það kemur gluggi í baráttunni hjá þér, þá stingur þér innum hann, en þú lemur ekki á hann meðan hann lokaður og svo framvegis. Þannig að auðvitað ekki það, ég hafi sérhætt mig í baráttu samtakana 78 eða sett mig sérstaklega vel inn í þau mál, að þá auðvitað skiptir máli hverjir eru þar í fórustu og hvort að fólk sé bara tilbúið að lesa leikinn rétt. Og ég skil þessa afstöðu miðflokksmanna að mörgu leiti að það þessi harða afstæð, þú mátt bara hafa skoðun og þetta getur skammast í fyrir hana og það ákveðin kjarkur sem fylgir því, að fylgja því eftir. Við sjáum þetta ekkert allt of oft. Það eru margir sem tala í kringum hlutina en leiðtoga valið skiptir höfumálu. Ég trúi því að það sé þetta koma flestum málum í höfn ef þú ert með fólk sem að hefur svo bara komið sens til að bera til að sjá greina kjarnan frá hisminu. Tölum þá íþróttamálin. Nú ég náttúrulega káeringur, sko, þannig að mér þykir mjög erfitt að vera að tala eitthvað upp æskulýðsstarfs annarra, sko. Það náttúrulega bara til tvenns konar fólk í heiminum, sko. Það eru þeir sem vilja vera káeringar og þeir sem eru káeringar, eins og þú vel veist. Nei, ég að djóka, en það Kópavogur hefur haft mjög öflugt íþróttastarf gegnum tíðina. Alveg frá því að ég var snáði, sko, að mann ég að svona uppbyggingin í þessum stofum sem eru í Kópavogi, Breiðablik kannski sérstaklega, hefur verið gríðarlega öflug og þetta svona, hvað var að segja, þetta félagslega mjög mikilvægt. Alveg óháð því hvort að við komumst í Evrópudeild eða ekki, sko, það er að segja einhver lið, að þá það, sko, æskulýðsmálin sem að mér hugnast mest sem sjálfur íþróttaþjálfari. Hvað talar þetta að vera sterkir lobbyistar, nú eru þeir að hlusta. Hvað telur að þurfum við að leggja áherslu á í þessum efnum? Sko, ég tek bara heilsar undir það sem að þú ert að segja. Káringar? Já, káringar eru fínir. Ekkert út á þá að setja. Maður var að vísa hrattaði við á árum áður heldur maður í dag, en það geti breyst aftur, hver veit. En sjálfur kem ég úr þessari hreyfingu, ég er náttúrulega bara iðkandi gamall leikmaður og
síðan fór ég á fullu í félagsstörfin hjá Breiðabliki, ég var formaður félagsins í mörg ár, ég var formaður knattspyrnudeildar í mörg ár og réði meðal hans eitt góðan káring til starfa sem að núna að starfa hjá KR á sín tíma. Hver er það? Það núverandi aðalþjálfari KR í knattspyrnu. Nú, já. Hann kom til okkar hér 2019 ef maður rétt og gerði frábæra hluti, eins og þú veist. En allavegna þá gagnvart þessari pólitík þá þetta auðvitað tvennt. Þetta annars vegar þessir ekstra þjónustusamningar sem félögin með til að reka starfsemi sína og stuðningu við það, ráða starfsfólk og reka húsin. Og svo þetta hins vegar aðstöðu uppbyggingin bara. Og má segja að þú sem stjórnmálamaður hefur kannski meira áhrif í aðstöðu uppbyggingunni, taka ákvörðinu hvað á að steypa næst og þar hefur Kópavogur verið bara alveg rétt í mjög langan tíma í alveg ótrúlega framalega og ég meina það eru 2 til dæmis knatthallir í Kópavogi fyrir fótbolta í fullri stærð. HK og Breiðablik. HK og Breiðablik, það er einu upp í Kór og önnur í Fífunni í Kópavogsdal. Og það búið að vera þannig í 20 ár og meðan að Reykjavíkurborg, það er einn knattvöll í allri Reykjavík fyrir öll félög í Reykjavík. Þannig að við erum að vissulega höfum notið forréttinda í Kópavogi sérstaklega, eða ekki síst í fótboltanum, en við erum líka með frábær 5-leikahús fyrir Gerplu og góða aðstöðu í handbolta fyrir HK og svo framvegis. Þannig að bærinn hefur staðið vel að þessu og við á þessu kjörtímabili höfum bara bætt í. Við erum nýbúin að gera nýjan fótboltavöll fyrir þetta Fífuna, Gerðingarsvöll með ljósum fyrir unga iðkendur aðalega. Við erum að fara í að byggja aðalvöll fyrir HK í fótbolta, þannig þeir hættu nú að spila inni í blessaðir, þeir hafa verið að spila inni í mörg ár á hæsta level á Íslandi í fótbolta sem er svolítið sérstætt finnst mér. Síðan höfum við verið í samtali við hestamannafélag sprettum uppbyggingu þar, það er risastór félagskapur sem að gleymi svolítið. Þannig að við höfum staðið okkur vel þar. Síðan getur við skipt þessum rekstrarframlögum svolítið og auðvitað aðstöðu sköpun líka í æskulýðsstarf annars vegar sem er þitt baby heyrist mér og svo hins vegar auðvitað afreksstarfi og réttlætingin fyrir því að ráðstafa skattpenningum í þetta er auðvitað fyrst og fremst æskulýðsstarfi. Afreksstarfi nýtur svolítið þessu góðsaði og hafandi verið mjög lengi í þessu þá er ég algjörlega löngu komin þeirri niðurstöðu að hvort kemst af án að hafa hitt. Það er alveg ótrúlega mikilvægt að hafa gott afreksstarf inn í þessum félögum og góðan árangur á efsta level, þess að dregur vagnir. Maður séð þetta svo oft gerast að fólk verður að fókusera bara, þessi meistaraflokkar, þetta er bara einhverjir fullorðnir menn að leika sér í fótbolta á okkar kostnað, við skulum einbeita okkur á þessu. Glorified bumbubolti? Já, levellin fer niður, levellin fer líka niður í æskulýðsstarfinu. Það er svo sterka fyrirmyndir í afreksstarfinu sem draga vagnin, bæði kvenna og kallameðin í Breiðabliki, sérstaklega í fótboltanum. Þannig að þetta svona hangi saman og en réttlætingi fyrir skattpenningunum og þessu miklu fjárveitingum í þetta eru þetta bara æskulýðsmannvirki og þetta eru líka skólamannvirki, það vil gleymast sko. Það er leikfimi í þessum húsum á daginn sko. Þannig að við höfum staðið vel að þessu, við erum með öflugustu bara íþróttafélag á landinu, við fullir þú þekkir þessi félög eins og HK og Gerpla og Breiðablik, þessi þrenning er gríðarlega sterk. Svo erum við þetta með minni félög líka sem er öflug. Þannig að ég hef einbeitt mig mikið af þessum málum sem pólitíkus, ég brenn fyrir þessu og ég hef kemur úr þessu sjálfur, börnin mín hafa verið í þessu, ég hef með iðkendur í þessu ennþá. Þannig að þetta er bara frábært umhverfi. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp er í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu Alvöru Bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur Alvöru Bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Já, ég verður rosalega vinstri sinnaður í þessum málum sko. Ég pínu svona eins og bandaríkjamenn hugsa hergagniðinaðinn. Það er bara ef að íþróttamálin biðum þá bara já, ekki mál. Bara skrifa bara open check-it. Ég pínuð þar sko, ég veit að þú getur náttúrulega ekki verið þar en ég bara tel sko til dæmis eins og sko það búið að vera einhver ágreiningur það hvort að ég leifa bjór og eitthvað þannig á þessum knattspyrnuleikjum og eitthvað þannig ég svona
enda freka mikið frelsismegin þar bara ef það hægt að halda því innan skynsalega marka sko, það sé ekki allir haugölvaðir í kringum unga krakka í stúkunni og hvað þannig en ég sko þetta þegar maður náttúrulega vill halda svolítið krökkunum frá eiturlyfjunum og svo þetta náttúrulega mest besta tæki sko, bæði náttúrulega til þess að taka á móti erlendum aðilum sko, það íþróttastarf fyrir börnin, svo það bara atvinnustarf sem fyrir þá sem eru hingað komnir og hafa minni rætur, að ég til einhvern veginn að þetta hefur orðið svo lítið undir í almennri umræðu þú veist, ef við tökum til þess bara píratana sem að vilja náttúrulega hafa eiturlyf í búðir sko, þeir eru komin fram úr sér í þeim efnum, þeir eru kannski fer ekki mikið fyrir, er þeir bjóðu þeir fram í Kópavogi? Þeir bjóðu ekki fram í þetta skipti. Nei, en allavega, að þá það svolítið svona, þetta gleymist oft sko í öllari umræðu bara svona lýðheilsumál sko, að það eru íþróttirnar. Það fer minna fyrir. Ég gæti ekki verið meira sammálaður. Þetta er ekki bara eitthvað sprikl sko. Þetta er fyrsta lagi skipulögu starfsemi sem að þú lærir að vera partur af einingu og taka þátt. Félagsöðurinn í félögunum er gríðalegur. Ef þú gengur í gegnum félagsleg tengsl, félagsleg virkni, sterk sjálfsmynd, heilbrigði, þetta er allir þessi hluti sem við erum að reyna að koma inn í hausinn á börnunum okkar liggur þarna. Þannig að ég bara gæti ekki verið meira sammálaður en þetta. Aðeins varðandi þessa bjórsölu sem að hefur verið mikið umræðinu, talandum oft hvað svona sértækmál fá oft mikla athygli. Sko ég ætla að leyfa mér að vera bara svona pínulítið ósammála allavega á flokknum mínum í þessum efnum þó sem ég geti tekið undir mikilvægi þess að stuðla að áfengisvörnum og halda kontról á þessari neyslu. Þá finnst mér svolítið sérstætt að fylgjast með þessu. Þetta útspil kom nú, ef ég maður rétt, frá Reykjavík að þetta færi ekki saman. Þetta væri ekki gott mál. Byrjuðu ekki Víkinga með þetta fyrst og svona hvernig vattaði upp á sig? Jú, það má kannski segja upphafið að þessu hafi verið það að það var verið að selja áfengi við ófullnægjandi aðstæður og umhverfi. En síðan fór bara umræðan svolítið almennt út í það að hvort þetta mætti eða mætti ekki. Og þú veist, ef við erum að tala það að leysa áfengisbölið á Íslandi þá leysum við það ekki í stúkunni, það sem nokkri miðaldra kallar að fá sér einhverja kalda yfir leiknum sko, finna sér smá hvíld í hversteginum. Við erum að horfa upp á það að, þú veist, á einhverjum áratugum, þú veist, þegar ég var barn, sem ég var svolítið langt síðan, þá held ég að vera 5 eða 6 vínveitingalífi í öllu landinu. Það var bara einhver hótelbar Hótel Esju og svona eitthvað og eitthvað félagsheimili út á landi eða whatever, Hótel Kea eða eitthvað. Núna skiptaðu 1000. Það eru 1000 vínveitingaleifa í landinu. Þú getur farið í Skalla upp í Ögurhvarfi og fengið eitt kaldan. Þú getur farið í Almar bakara í Hveragerði og fengið eitt kaldan. Og svo framvegis. Þetta er allstaðar. Og hverjir að veita sér leyfi? Hvernig þessu úthlutað? Það er náttúrulega sveitarfélögin og ríkið sem á sama tíma er eitthvað agnast út í knattspyrnufélögin fyrir að vera að selja bjór og leikjum. Mér finnst þetta svolítið öfugt. Tökum önnur dæmi. Áfengi á ekki að vera innan börn. Áfengi og íþróttir fara ekki saman. Það getur vel verið. En hvað fer þá saman með áfengi ef það er ekki íþróttir? Er það eitthvað annað sem fer saman með áfengi? Áfengi er allstaðar í samfélaginu. Áfengi er veitt á menningarviðburðum. Áfengi er bara allstaðar í kringum okkur. Við þurfum bara hins vegar að kenna börnunum okkar að umgangast með réttum hætti og selja það þannig að það rýmist innan laga og regna. Stærstu djamhátíðir bara liggum við í Evrópu með óheftri áfengisneyslu eru haldnar á Íslandi. Menningarnóttin náttúrulega í Reykjavík ber þar hæst. Hvernig er umgengni þar áfengi og hvað er mikið af börnum niður í bæ þegar við erum að fá okkur eitt kaldan á gangstéttinni í bæ. Þannig að tökum þá umræðuna alla leið. Ég er alveg fylgjandi því að áfengi sé leyft á íþróttakappleikjum svo fremi sem það rúmast innan tilskilna leyfa. Það er ekkert flókið og getum ekki einn event út fyrir sig og hætta að selja hann þar. Og ég til dæmis mjög bara hlindur í eins og Blikar að gera núna að þetta er í sérstöku neyslurými.
númer 1 og númer 2, já, þetta neyslurími, þetta ekkert annað og númer 2, þú ert ekki að fara með öl upp í stúku þar sem börnin eru og þannig er það við erlendis, ég þekki þetta fyrir ofta á völlin í Englandi, þú fer ekki með bjórinn á völlin, fer ekki inn í stúkunum bjórinn, farið bara bjóri fyrir leik og í hálfleik og kannski eftir leik að þetta stuði, þannig að þú veist, ræðum þetta einhverju viti og verum ekki að fókusera þarna á einhver lítil íþróttafélög sem er að reyna að búa sig til einhverja nokkra krónum með því að selja bjóra fyrir kallana og konunar. Nei, já, ég sé að þú er komið með flokkskirtina á borðið, þú ætlar að greinilega að skila því inn. Hérna... Við verðum að leyfa okkur stundum að vera ósammála í þessum flokkum til að hafa einhver trúverleika, sko. Við getum ekki tala bara eins og ein vél, sko. Maður myndi halda. Hérna, skipulagsmálin, borgarlínan, hvað veist þér hana? Ég er að sjálfsögðu með modest skoðun á borgarlínu eins og Sönnu Fransnamanni. Auðvitað hún ræddi sinni reykja eins og þú veist og ég ætla ekki að fara yfir það löngum máli í samgöngusáttmálann sem er nú svolítið afurð okkar samgöngur á þeirra á þeim tíma síðuringa og samgöngusáttmálinn er stórmerkilt plagg. Hluti af honum er borgarlínan, 42% af budgeti er borgarlínan, 42% af budgeti eru almennar vegabætur fyrir einkabílinn og restin eru göngustígar og svona hliðarframkvæmdir. Þannig að það er stóra myndin. Fókusin hefur eins að verið mjög mikið á borgarlínuna og mér finnst alltaf svolítið, ég velti ótt fyrir mér, akkur ef þetta héti bara Strætó Plus eða Strætó Sterum eða eitthvað slíkt. Þetta er ekki svona persónufætt í borgarlínunni, þetta er svona stundum rætt borgarlínu eins og einhverja vonda frænk út í bæ sem allir vilja losna við. Borgarlínan er náttúrulega stórleita til Strætó á Sterum, myndi ég að segja. Útfærslan á henni skiptir máli og ef við tökum hennan samgöngusáttmála inn í Kópavoginn, þá erum við dálítið svona, myndi ég segja, heppin Kópavogsbúar í hvað hann varða, því að við erum að detta inn bara í fyrstu verkunum með 2 stór verk inn í okkar bæjarfélag. Það er annars vegar Arnarnes vegurinn, þarna sem tengist Breiðholtsbrautinni út af fór út á bænum þar, sem gríðarleg vegabót bara fyrir allt höfuðborgarsvæðið, ekki síst fyrir Kópavog og efri byggð Kópavogs. Og síðan er þessi fræga brú í Fossvoginum sem er á leiðin og mun breyta Kársnesinu bara í einhvers konar trendi megatengingu við miðbæ Reykjavíkur og háskólinni Reykjavík og Landspítalann og allt þetta. Þannig að þetta er mikil áhrif og þetta hefur þetta áhrif á afstöðuna, ég skal viðurkenna það. Þegar að þú far svona snemma að opna pakkana, sko, það er ekki að bíða ykkur 10 ár. Þannig að það hefur áhrif á afstöðu okkar gagnvart samgöngusáttmálunum. Borgarlínuna, ég vil auðvitað bregðu manni pínlítið þegar maður sér svona fréttir eins og á Suðurlandsbrautinni og við erum með götu sem heitir Borgarholtsbraut sem er vestur Kársnes, liggur frá Fannborg og Hamraborg og fram hjá Sundlauginni gömlu og vestur á Kársnes. Ég veit ekki hvað þú þekki vel til þarna en þar mun svona þrengingin og þar mun verkið vandast mjög. Það er sem sagt tenging frá Hamraborg, Fannborg og út í þessa nýju brú og niður í bæ. En verður ekki einhver einstefna hana? Jú, það er það sem hefur verið á teikniborðinu. Áskýrs að það veri ekki neinar einstefnugötur allavega í Kársnesinu. Þetta er í umræðinni hvort að eigi að vera einstefna. Er það ekki lúnasíða? Þetta er álíka heimskulegt og með Suðurlandsbrautina. Mér finnst það ekki hljóma vel. Ég myndi vilja að menn skoðuðu aðra kosti auðvitað undir þeim formerkjum að þetta er þröngt, þetta er gamalt hverfi. Ég held að sko hef náttúrulega kannski líka velt í upp bara og við akkur er ekki hægt að hafa bara blandað umferð hennar spotta sem þetta er, sko. Já, það er sko þetta er svona spurningi hvað þú setur hana langt í forgang. Þessi þáttur er í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig,
hverju sinni. Eins og ég segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thoughtco.is og skoðaðu úrvalið. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, en það líka bara málið að hvernig þetta kynnt. Ok. Nú ég búin að tala við einhverja samfélgamenn sem að segja bara, heyrðu, þeir sem eru hjá betri samgöngum eru bara svo lélegir í pólitík að þeir eru ekki að kynna þetta nægilega vel. Þetta verður í rauninni betra fyrir einkabílinn, bla. Ok, það þessi samgöngusáttmáli. Ef við tökum bara þetta sem að, kynninguna, en í ofanalag ákveðna svona, ég ætla að leyfa mér að segja píratavæðingu, þar sem að við erum einhvern veginn í einhverju svona, svo ég fá að sletta social engineering dæmi. Ég meina ég yfirfærði kostnaðin yfir það hvað kostar í strætó í dag yfir á það hvað myndi kosta þegar borgarlínan búin og það eitthvað kringum 3.800 krónur sem myndi kosta í strætó. Ef við yfirfærum verðhækkanir síðastlina 10 ára yfir á það hvenær borgarlínan klára sem ég með minnir þessi 2036. Það margir svona sem að, þú veist, Sigurður Ingi kynnti þetta, Bjarni Ben samþykkti það að veita fjármagn í þetta sem var eitthvað, hvað var það, 33% frá ríkinu eða eitthvað álíka. En fólk hefur einfaldlega ekki trúað þessu út af því að það er verið að tala um það að það einhverja götur. Það kostar meira og meira í strætó. Þetta gengur ótrúlega hægt. Forgangsröðunin hálf sturluð. Af hverju ekki búið til þess að snjall væða götuljós, miklu einfaldara, myndi hafa miklu hraðari áhrif, en nei, við erum í einhverjum svona social engineerisma, þar sem að við erum að þrengja götum og kalla það gott. Ég meina þú sérni hérna niður í bæ, þar bara búið að setja einhverja dónötta fyrir hérna bílastæði og fleira. Þannig að tiltrú almennings á þessu eðlilega ekkert svakalega mikil miðað við þessa forsendur. Já, ég meina, ég ætla ekki að mæla á móti þessu. Ég meina, við erum auðvitað, hafandi búið erlendis í borgum, svona medium-sized borgum, þá auðvitað stóð maður frammi fyrir þessum sama valkosti og Jón Jónsson gerir í dag hérna í Reykjavík, í Kópavogi með hann vinnunni í Borgartúni. Hvernig er best að komast til og fá vinnu til dæmis. Það svona númer 1, 2 og 3. Og ég man það bara á sínum tíma þá valdi þetta sig bara sjálft hjá mér það var bara galið að fara á bílnum. Það tók kannski 10 mínútur á kvöldi þegar engin umferð var, það tók kannski 45 til klukkutíma að degi til. Þannig að maður valdi almenningssamgöngunar. Það kom að sjálfum sér vegna þess að Vogin var bara orðin einkabílnum svo gríðarlega mikið í óhag. Við hérna í okkar unga borgarsamfélagi erum ekki komin náttúrulega neitt áleiðis og við kannski má segja að við séum súpa að segja þeim mistökum að hafa ekki gert borgarskipulag hérna fyrir 40-50 árum sem gerði ráð fyrir almenningssamgöngum. Við gerðum það ekki og ég held að fyrsta aðskipulag Reykjavík hérna tíðan upp mér í síðustu öld gerði bara einkabílinn og settur undvið og menn voru ekkert að spá í þetta. En við verðum líka sem bíleigendur, og nú ætla ég ekki að fara að tala hérna eins og ykkur brjálæðislu borgarlínu sinni sem ég ekki, að við verðum auðvitað að meta bara hagsmuni okkur hvar þeir liggja og við verðum líka kannski þá að segja, ok, ég kýs að fara á einkabílum. Okkur að fjölga á þessu per skver mítur hérna, þessu svæði, það þýðir það að því ég vel að nota einkabílinn, þá þarf ég kannski aðeins að fara að sætta mig við lengri ferðatíma. Og þú veist, við þurfum einhvern veginn að ná nývónu þarna jöfnu. Við þurfum að einhvern veginn, þú veist, við erum með örfá prósent sem nota almenningssamgöngur hérna á dag, á hverjum einasta degi. Einna helst voru fjölgun í hjólreiðafólki, sem er svona annar áhugaverið vinkill. Já, 3 mánuði á ári. En þú veist, ég bara ekki sem social engineering, ég heldur bara sem
sko gaur sem er svolítið að spá í hvað við setjum peningana að hérna, hvar liggur cost-benefit analýsin í þessu. Þetta eru engin smámannvirki sem við erum að smíða fyrir bílinn og menn eru að tala það að sé ekkert gert fyrir bílinn. Það er ekki alveg rétt, ég meina Arnarnesvegurinn er gott dæmi, það er búið að vera rosalega framkvæmdir eins og upp í Mosó og það er búið að vera á Kjalarnesi, Suðurlandsvegur, Reykjanesbrautin, það er double lane sko, alveg frá Kaplakrika út á Norðlinga og allt líka þannig, stór framkvæmd þar. Já, þannig að þú veist, það er verið að vinna en ég vil einhvern veginn segja það að borgarlínu, það sem henni verður ekki komið fyrir með hérna góðum hætti, það ættum við frekar að horfa á að ferðatími vaxið sér eitthvað aðeins lengri og hann kerði bara í blandar umferð. Við getum ekki brotið náttúrulegumálinn í þessu sko. Það er alveg á hreinu. Þannig að ég myndi alveg vilja sjá og ég talandi betri samgöngu, ég fór á ákveðna kynningafundi á betri samgöngum daginn sem var í boði fyrir okkur frambjóðendur. Ég hef náttúrulega ekki verið á kafi í skipulagsmálunum sjálfur en eru þetta ágætlega inni í Kópavogi. Þar voru bara faglegar forsendur sem menn var leggjandi grundvallar. Þetta var tæknifólki sem var að kynna hvað verið í gangi og ég var með spurningur hvað var búið að ganga budget og fleira í þessu og svona niðurstaðan svo þetta er nú bara valla að byrja sko, þessi sáttmáli. Ég held að sé komin af total budgeti til 2040 þá held ég sem komin í 60% í fjárfestingu. Þannig að ég vil aðeins kannski reyna að tóna þessa umræðu niður. Ég hérna og við sættum okkur kannski við pínulítið öðruvísi þjónustustig heldur þetta bitni rosalega illa á íbúum tiltekinna gatna eins og þetta með Borgarholtsbrautar í Kópavogi sem að miða við sumt af því sem kynntu verið er bara mjög illa aðgengilegt fyrir þá íbúa finnst mér sko. Já, akkurat. Við þurfum að fara að ljúka þessu. Hérna, ég ætla að leyfa að vera með framboðskynningu en hún verður aðeins öðruvísi. Já. Hefur ég sjálfstæðismaður sem að hallast svona að því að kjósa Framsókn eða Framsóknarmaður sem hallast að kjósa sjálfstæðismenn. Af hverju ættu menn yfir og annað borð að kjósa Framsókn í dag? Sko, við fórum aðeins yfir áðan svona munin á stefn á hvað maður segja, svona grunni þessara flokka og svo geta einstaklingarnir þar inn í staðsitt í hægra megin og vinstra megin í því mengi. Ég hef kannski haft pínlítið hann stimpil að vera svona hægra megin í Framsókn, hægri miðja, bara svipað ég var í fótboltanum þegar ég gat eitthvað. Þannig að sko ég vil segja að sko við erum að í þessu samhengi ef þú ert að tala bara Kópavog þá bara ráðleggi fólki að horfa á einstaklingana sem er á listanum hjá Framsókn sem er undirritaður, sem er með mikla stjórnarreynslu, rekstrarreynslu og reynslu félagsstörfum. Ég er moderate hægra megin í lífinu. Ég trú á frelsi einstaklingsins, ég trúi á frelsi fólks til athafna og þannig ég slæ alveg þessa línu sem að kannski stundum er kennt við Sjálfstæðisflokkinn. Móti kemur þá er ég kannski aðeins meira félagslega sinnaður og ég er með fólk með mér líka sem að kemur úr skólakerfinu, kemur úr velferðarkerfinu og þekki vel til þar. Þannig að þú vilt fá svona miðjuna inn og þessi samningalipurð og þennan skilning og þessa þolinmæði sem að reynslan mín hefur, þá skaltu kjósa Framsókn. Það er bara þannig. Ég get ekki svarað því hvers vegna fólk ætti að kjósa Sjálfstæðisflokkinn hérna, en það er líka gott fólk. En ég svona... Það er betra eða Framsókn. Sko. Miklu betra. Þú verður að segja. Þú sagðir það. Það er eins gott að þú segir það líka. Þú sagðir það, ég skal spurja þegar ég kem heim. En ég ég er að selja reynslu, ég er að selja skilning og þekking og þjónustund. Það er fín sölu vera. Orri Hlöðversson, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst og gangið yfir. Takk sömuleiðis, kærlega.